fylgja mér. Við ætlum að gefa honum dýrðina. Blessaður er sá maður sem treystir drottni. Drottinn er athvarf hans. Og það er það sem að vitur maður gerur. Hann treystir Guði. Má ég heyra amen. Það er Guð sem við treystum á og við gefum honum dýrðina. Við ætlum að lofa hann í dag og gefa honum dýrðina. Við ætlum að syngja honum dýrð og gleði og við ætlum að heyra frábært á Guð sér í dag. Og endilega bara takið þátt með okkur í lofgjörðinni. Jesú nafni. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. Yahweh, Yahweh.
Nobody like Jesus. Thank you, Jesus. No other God before you. Heilaga drottinn, við lofum þig í dag. You'll be one that's perfect. No one beside you, nobody like you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. Heilagur ertu drottinn. No one. Heilagur ertu, við lofum þig drottinn Jesús. Halleluja, við gefum þig dýrðin í dag drottinn Jesús. Við þökkum þig fyrir að þú ert trúr og réttlátur. Við þökkum þig fyrir að þú ert einn sami í gær og í dag og alla eilífð. Við þökkum þig fyrir að þú ert hér í dag drottinn. Við bjóðum velkomin hér í dag drottinn og við þökkum þig fyrir að þú ert einn sami. Hjálpa okkur að lyfta upp þínu helganafni í dag drottinn Jesús. Gefðu það við mættum lofa þig í dag drottinn. Halleluja, má ég heyra amen. Halleluja, takk Jesús. Helgist þitt nafn. Trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours.
sem við eigum, má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesús fyrir þína trúfesti drottin Jesús. Helgist þitt nafn drottin. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will
fylgja okkur alla ævidag okkar, halleluja. Heila drottinn. Og það blóð þitt sem hreinsar okkur af allri synd. Heilagur ertu drottinn Jesús. Was a wretch, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you gave the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time come on. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Oh yes, you have. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting. Come on. And life has no way. It has no way. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of mine. Thank you, Jesus, you
give you glory, we give you glory, Lord. Glory to His name. You alone, Lord. And there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Takk Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja. Og við erum ennþá í lofgjörð og við erum að tala að þitt fólk er mitt fólk og þinn Guð er minn Guð. Það sem við gerum hér viljum við gera biblíulega. Það er biblíulegt að lofa Guð og tigna Guð. Og það er biblíulegt að gera líka það sem við ætlum að gera. Við ætlum að taka samskot. Það er ekki bara til þess að halda ljósun og logandi. Við erum að styrkja þjónustur innanlands og erlendis og þetta fjallar að skapa samfélag. Þegar Biblían talar kirkju, þá notum við gríska orðið ekklesia. Það þýðir fólk sem er kallað út úr ákveðnu ástandi til þess að ríkja og dvelja saman. Ég ætla að lesa hans fyrir ykkur. Jóhannes í 1. Jóhannesbréfi, hann segir, efni vort, það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt og það sem við séð með augum okkar, það sem við horfðum á og hendur voru að þreifuðu, það er orð lífsins. Þeir eru ekki að tala ykkur skröksugur eða kettlingaævintýri, þeir snert á Jesú. Svo segir, og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og við boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur líka. Einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag okkar er við föðurinn og við son hans Jesú Krist. Það er samfélagið. Við Jesú og Guð föður. Mér langar að segja annað, að hann er að tala þetta í sama samhengi að vera með samfélag. Og hann segir höldum fast við játningu vona vorar. Þetta er Hebreabréfið 10:23. Án þess að hvika, þegar trúri sá sem fyrirheitið við gefið. Gefum gætur hvort á öðru og hvetjum hvort annað til kærleika og góðra verka. Og það er það sem við erum að gera þegar við komum saman. Við erum að hvetja hvort annað til kærleika og góðra verka. Og við ætlum að opna akrana eins og Bóas gerði fyrir Rut. Hann opnaði akrana og við opnum veskið okkar, við opnum akrana af því að við viljum sjá orð Guðs fara lengra. Og síðan kemur næsta vest. Vanrækið ekki safnaðarsamkomur yðar eins og sumraði síður. Heldur uppbyrðu hver annað, því fremur sem þið sjáu að dagurinn færist nær. Og hvaða dagur er þetta? Vitið hvað hann segir áfram í Jóhannesarbréfi 3:3? Hann segir, hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hugsa að hafa þessa von, Jesús er að koma aftur. Verður á minni ævi, veit það ekki, en það er voni mín. Og þess vegna vil ég sá og ég vil gefa, ég vil festa rætur mér í samfélagi við fólk sem hefur gengið í gegnum hluti. Það kann að moka flórinn, það kann að taka við höggum, það kann að standa upp aftur. Og ég er orðinn svolítið góður í að standa upp aftur. Ég hef ekkert annað að fara. En Faðir, ég bið að blessa einn og sérhvern. Það sem þú átt við hjört okkar, þessi boðskapur eiga samfélag við þig, Jesús, og föður þinn á himnum. Drottinn, að við opnum akrana okkar eins og Bóas gerði. Að við gerum okkur grein fyrir að við erum fólk, að við erum Guð, að við erum sameiginlega samankomin og við sáum með því hjartalagi Drottinn. Og ég bið þess að þessi fólk megi vera mikilverk í þínu Guðsríki. Að fagnaðarerindin mætti fara út og margir mættu heyra og eignast samfélag við þig í Jesú nafni. Amen.
Endilega haldið áfram að lofa Guð með okkur. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins orð, sem frá dýrðarinnar hástól, lagður var í öta og stól. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum, Guði dýrðar hátignir, við eilífð hillum konungi. Ríki Guðs þú okkur sýndir, heiminn sætti Guð við sig. Alla sköpun endurleystir, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú vissir tilganginn, og að frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauða þinn. Endanlega velt var frá, lambi dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá andköf himinin, því að allir koma þá, heldur fæði faðirinn. Og þá kirkja Krists var til, fyrir kraft og andans verð, sannleikanum gerir skín, alltaf sönn, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafnið hans, laus úr fjötrum nú ég sný. Hann mér gefur sigurkrans, Jesús Kristur mitt líf. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum, Guði dýrðar hátignir, við eilífð hillum konungi. Takk Jesús, halleluja. Takk Jesús. Næst ætlum við að syngja lag sem að við höfum sungið lengi, og endilega takið þið þátt. Halleluja, hann gerir við okkur slétta. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert trúr, þú ert sannur Drottinn. Þú ert allt sem við þurfum, Drottinn. You are here, moving in our midst.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
us up in the Holy Spirit. Hallelujah. That is who you are. 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 Heilaga drottinn, við lofum því í dag, drottinn. Því að þú ert heilaga drottinn. Þú ert það sem við þurfum á að halda í dag, drottinn. Þú ert huggar okkar, drottinn. Þú ert læknirinn okkar, drottinn minn. Þú ert vinur okkar, þú ert faðir okkar, halleluja. Þú ert allt sem við þurfum í dag, drottinn. Ég bið að mæta okkur hér í dag, heilaga drottinn. Þegar við heyrum orð þitt í dag, við förum hérna út og breytt í dag. Helgist þitt nafn. Ég þakka þér fyrir trúfestina, drottinn. Halleluja, dýrsi þér Jesús, Guð góður. Finniði nærveruna hér í dag. Halleluja, hér gott að vera. Og það stendur í ritningunni það sem andi Guðs það frelsi. Og ef að vantar eitthvað hérna í þennan heima, þá það bara meira frelsi. Frelsi til þess að gera vilja Guðs, frelsi til þess að tigna hinn hæsta. Halleluja, það svo margt sem að kannski ásækir hug okkar. Og ég var að hugsa það þegar vorum að syngja þetta lag, hvað mikilvægt að tendra ljós. Tendra ljós í líf okkar. Og við vorum að ræða það síðustu samkomu, hvað mikilvægt þegar við erum í erfiðum kringumstæðum að tala líf en ekki dauða. Og margir skilji geta hugtak að tala líf. Orðskviðni tala að líf og dauð á tunguna valdi og við etum ávexti þess sem við segjum. Og vinir, ef við munum bara passa okkur hvernig við tölum, bæði við kringumstæður okkar og annað. Drottinn sagði ef þú hefur trú að þá getur fært þetta fjall úr stað og hann mun gera það. Spurningin bara trúi við því sem við segjum og orð okkar þurfa að vera byggð á orði Krists, orði Guðs. Þess vegna þurfa að lesa Biblíuna. Trúin nefnilega, hún kemur á boðinu og boðinin byggist á orði Guðs. Halleluja. Þannig að það sem við ætlum að læra næstu vikur, næstu daga, það að fara að tala líf yfir líf okkar. Ég veit ekki hversu margir hérna inni hafa ratað í erfiðar slóðir, komist bara, þið vitið, á endan á sjálfum ykkur. Þá Guð búinn að gefa okkur tæki og tól til þess að taka í hans hendi, þannig að hann reisi okkur upp á ný. Og þannig vill hann að við séum, má ég heyra með hann. Þannig að við ætlum að rísa á fætur. Og við ætlum að lofa hann enn einu sinni hér í dag, því hann verðugur. Og mér langar bara hérna rétt áður við höldum áfram að tala líf yfir ykkur. Það ykkur hérna í fyrsta skipti og ég vil segja að það hvergi betra að vera. Hér líf og hér lækning. Og eina sem við þurfum að gera, það bara að nefna nafni Jesú. Það svo auðvelt að nálgast Jesú. Hann persónlegu frelsari sem vill koma inn í líf okkar. Og hann vill hafa áhrif á líf okkar út frá hjart okkar. Leifum honum það. Tökum við honum. Hann herramaður. Hann mun aldrei ryðjast inn í líf þitt. Hann kemur ef hann boðinn velkominn. Þannig að ég hvet ykkur í dag, opnið hjart okkar fyrir því sem að Jesú vill gera. Það enginn betri en Jesú. Hann sá sem að dó fyrir okkur, lifði syndlausu lífi. Hann gerði það fyrir mig og þig. Til þess að við gætum eignast hans guðlega eðli. Eilíft líf. Líf í gnægð. Halleluja. Og mér langar til þess að tala líf í gnægð hér í dag. Ég vil að við áttum okkur á að við erum meir en sigurvegarar. Ekki út af eigin verkum eða út af því að við erum svo góð. Það út af því að hann svo frábær. Og við ætlum að taka við því í dag að við erum meir en sigurvegarar. Hann elskar okkur. Hann kom í hennan heim. Jafnvel þótt að þú hefði verið einn, þá hefði hann komið. Hann hefði dáið fyrir þig. Þú ert verðmætur í hans augum. Og mér langar til þess að minna okkur á að þú ert meir en sigurvegari. Ef að þú ert í erfiðri reynslu hér í dag, taktu í hendina á Jesú og hann mun styrkja þig. Hann mun hjálpa þér. Hann mun gefa þér hæfan til þess að taka næstu skref. Aðalmáli að heyra rödd hans. Og stundum til þess að heyra rödd hans að þá þurfa að minnka raddir annara.
Það stundum bara nauðsynlegt að slökkva á fréttum ef að þær vekja hjá manni kvíða. Það stundum nauðsynlegt að slökkva á sjónvarpinu ef að það eitthvað í því sem að valda einhverju angist í okkar hjarta. Við ætlum að heyra röddu Guðs og við ætlum að fara á eftir því sem að Drottinn hefur sagt. Má ég heyra amen. Við ætlum að vera meira en sigurvegarar. Lyftum upp höndum okkur og lofum hann hér í dag. Drottinn, ég þakka þér Jesús fyrir náð þín og miskunn og trúfesti. Ég þakka þér fyrir Drottinn þau forréttindi að fá að koma saman í þínu nafni og þú ert hér mitt á meðal. Og Drottinn, ég bara þakka þér fyrir það að þú fóst upp á Golgata kross og þú dóst fyrir syndir okkar en líka sjúkdóma. Sjúkdómarnir geta verið andlegs eðlis, þeir geta verið líkamlegi krankleikar, en þú hefur dáið fyrir þá, Drottinn Jesús. Þú hefur dáið fyrir okkur, Drottinn, og þú hefur risið frá dauðum. Og þegar við tökum við þér inn í hjart okkar, þá tökum við upprisu krafti þínum inn í hjart okkar. Það þýðir að við erum meir en sigurvegarar. Það þýðir að við getum risið upp úr öllum kringumstæðum. Það þýðir að við getum haldið áfram þegar við erum búin að lenda í áföllum. Það þýðir að við eigum gleði sem ekki byggð á þessum heimi. Það þýðir, Drottinn minn, að þú ert með í för, Drottinn. Og ég vil bara, Drottinn, hvetja líðinn hér í dag. Ég vil hvetja líðinn, Drottinn, til þess að setja augun á þig en ekki á eigin kringumstæður. Að sjá möguleika þar sem aðrir sjá hindranir. Að við sjáum, Drottinn minn, tilgang þegar aðrir sjá vonleysi, Drottinn minn. Og Drottinn, ég bið fyrir Einari Gauta þegar hann tala hér í dag. Ég bið að blessa hann og fjölskyldans. Ég bið að blessa börn, Drottinn minn Jesús. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, andansfyllt fólk sem að þú ert að leiða fram í dýpri þjónustu í Guðs ríki. Og ég þakka fyrir, Drottinn minn, að þú ert meir en, Drottinn, allt sem ég þarf, Drottinn. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Mér langar til þess að bjóða velkomin vin minn. Hann frábær lögmaður en hann líka heilags andafylltur maður sem fullur af eldi Guðs hér í dag. Hvernig væri að gefa Einari Gauti gott klapp? Gott að sjá ykkur öll. Það var yndisleg samkoma, er það ekki? Og trúið ekki með mér að Guð gerir stóra hluti núna á þessari samkomu. Amen. Drottinn, ég bara biðja að láta anda þinn falla áfram hér yfir. Ég þakka þér fyrir eldur þinn og kraftur. Hann mun snerta við okkur öllum á þessari samkomu. Í Jesú nafni, amen. Í Biblíunni talað það að Jesús skýrir með heilugum anda og eldi. Jóhannes sagði, ég skýri með vatni. Það flott. En með heilugum anda og eldi, það alltaf meira, sko. Þetta að stilla þessu upp ykkur með þannig að... Og við höfum líka, þegar að Guð mætti Móse, að þá Móse hann upp á fjalli, geta sauða, og þá allt í einu kemur kemur hann að þyrniruna sem logar, en runnin sjálfur brennur ekki. Það líka sagt frá eldi þegar að postularnir á hvítasunnudag voru samankomnir á loftstofunni. Jesús þarf alltaf að gera eitthvað svona með stæl, eitthvað svona mjög fyndið. Þeir voru þarna sunnudagsmorgni og sunnudagsmorgnar hjá gyðingum eins og mánudagsmorgnar hjá okkur, af því að þeir byrjuðu vikuna þá. Og allt í einu verður fólk var við það að koma þrumur, engin rigning, engin ský. Svo líta þarna einhvern stað sem loftstofa, þá logar eldur, en húsið brennur ekki. Svo komur að gá hvað það að vera, það eru 120 manns þarna inni. Og þeir allir, saralalala! Svo eru þeir að lofa Guð, svo gerast kraftaverkin, að sumir þeir eru að lofa Guð, öllum finnst þeir vera að tala sitt eigið tungumál. Milli þess sem þeir eru að tala eitthvað sem enginn skilur. Og menn fóru að velta fyrir sig hvað verðum að vera, sko. Það helsta sem þeim datt í huga að vera allir fullir. Og Pétur stendur upp og fer að útskýra hvað er að gerast. Og
bendir þeim á að klukkan bara 9 á morgni, sko. Þetta svona mánudagsmorgun hjá okkur, sem ekki líklegt allir séu þarna fyllir í 120 manns. Svo útskýrir hann hvað að vera. Og nokkur þúsund manns gefa Jesú líf sitt og á einni predikun náði hann meiri árangri en Jesús á 3 árum í þjónustu sinni í að ná til hjartna fólks. Og Jesú hafði sagt þeim 5 mánuðum áður að þetta myndi gerast. Þegar hann væri farinn, þá kæmi hann í heilugum anda og eldi og myndi byrja að breyta fólki. Og það urðu breytingar á þessari einu ræðu, langt það sem hafði gerst hjá Jesú allan tíma. Þá hafði gert kraftaverk og hvað eina. Það tvennt sem það miklu fleiri versi í Biblíun til eldin, ég hef ekki tíma til að fara í það. En tvennt getum við sagt eldin. Annars vegar að fólk spyr, eða til góður Guð, eða til réttlátur Guð, af hverju heimurinn það svona? Jesús svarar þessari spurningu, bæði beint og í dæmisögum. Það ekki þannig að auðvitað við það svar þá vakna upp nokkrar aðrar spurningar sem ekki hægt svara. En svarið sem hann segir að það kemur svo tími að eldur Guðs fer þessa veröld og allt sem rangt, allt sem þjáning, allt sem þrenging, það eyðist upp í eldinum. En Jesús segir, það eitt vandamál. Áður en það gerist, þá þurfa allir að fá tækifæri til að forðast þetta afleiðingarnar. Annars brenna þeir bara upp líka. Og Jesús kom og dó á krossi til að gera þetta mögulegt. Og þegar að Guð eyðir öllu ranglæti í heiminum, þá lifum við það af sem höfum tekið á móti honum. Í staðinn brennur upp það sem rangt í okkar eigin lífi. Og verður að engu gert. Og við byrjum nýtt líf, án þjáninga, án þess að vera jagastjörnum, án þess að vera þunglindi yfir einhverju smámunum, án þess að vera í góðu skapi og svo gerist eitthvað smottir og allt ómögulegt. Þetta gerist þegar eldur Guðs búinn að fara og ekki veitir af. Og þegar ég var tæplega 13 ára, þá gaf ég Jesú líf mitt. Ég hafði ekki verið alinn upp í neinni trú, en það breyttist allt. Og þetta besta ákvörðun sem ég nokkuð tímann tekið, og þetta mest afgerandi í mínu lífi og það besta sem ég hef gert. Ég hef upplifað margt yndislegt í mínu lífi. Það ekkert sem toppar þetta. Og það þannig að til að eignast þetta líf, þá gerum við það eitt. Við sækjum ríkisborgararétt í ríki Guðs. Það fullt af fólki sem kemur hérðan frá erfiðum svæðum, frá Gaza eða það sem hungur eða neyð og vil koma til Íslands og fá ríkisborgararétt til þess að verða laus við allt þetta og fá að byrja nýtt líf. Og þá segja menn, já, ef þú gerir það, þá verður að gangast undir lög þessa lands. Og ef við gefum Jesú líf okkar og göngumst undir konungana og gerum hann okkar drottni og okkar Guði og játum hann, þá eignumst við þetta líf. Þá verðum við ríkisborgarar í ríki Guðs. Og þá erum við vernduð. Þá byrjum við nýtt líf frá þeim degi og verðum þar alla eilífð. En þangað til að þetta gerist, þá mun eldur Guðs birtast með öðrum hætti. Og hann birtist til dæmis þegar að vakningaverða fólk kemst til trúar og þegar andi Guðs að starfa, þá hef ég séð þunglinda verða glaða, þá hef ég séð sjúka læknast, eldur og kraftur byrja að loga innra með fólki, menn eignast nýtt líf og ég man eftir því einhvern tímann þá kom maður á samkomu í veginu, það mjög langt síðan og hann gat ekki gengið. Svo beði fyrir hann og hann bara stóð upp og gekk. Og hann hafði verið hann var sko á Landakoti, ég man ekki alveg hvað starf sem var rekinn þar þá, það var oft verið breytilegt. Og hann fór ekki tilbaka, kom svo bara daginn eftir
sótti dótið sitt, kom á eigin bíl og þegar hann labbaði út með dótið, það var allt starfsfólk út í glugga að horfa á hann. En hvernig verður þessi eldur til? Þetta er rosalega mikilvægt. Hann er tendraður af Guði. Og í Biblíunni er talað tjaldbúðina og ef einhver langar að sofna, það er mjög gott að lesa þau vers, sko, því að sumt er alveg óskiljanlegt. Taka mörinn þarna, svo fara með innyflin þangað. Þannig er textinn. Og ég man að Sara var að lesa í fyrst skipti, sko. Hún bara, vá, hvað er ég eiginlega að lesa? En þegar rýnt er í þetta og gullmólarnir teknir út, þá kennir ýmissa grasa. Og þegar sem sagt eldurinn var kveiktur í fyrsta skipti, þá gerðist það þannig að Aron sem var presturinn, æðsti presturinn, hann lyftir upp hendur sínar yfir fólki og blessar það. Síðan gekk hann að altarinu eftir að hafa fært Guði fórnir og síðan fóru Móse og Aron inn í samfundatjaldið því að þeir voru á ferðaleið þannig að þeir þurftu alltaf að slá upp tjaldi fyrir helgihaldið. Og þá birtist allt í einu dýrð drottins yfir. Og það segir eldtungur loguðu út frá drottni og gleyptu brennifórnina, heillafórnina og mörinn á altarinu. Þegar fólkið sá það, hóf það upp fagnaróp og féll fram á ásjónu sínar. Þennan eld kveikti drottinn. Það gilti ein regla. Þessi eldur sem Guð kveikti, hann mátti aldrei slokna. Þeir eru það varðveitaðan eld eins út í það óendanlega. Og það segir hérna, drottinn talaði Móse og sagði, gefðu Aroni og sonum hans þessi fyrirmæli. Þetta eru lögin brennifórn og fleira. Með henni skal eldinum haldi lifandi. Svo heldur þetta áfram. Eldinum á altarinu skal haldi logandi, hann má ekki slokna. Og þegar Guð hefur kveikt eldin hjá okkur, þegar Guð hefur kveikt eldin í kirkjunum, þegar Guð hefur sett vakningu yfir, þá gildir ein regla. Eldurinn má ekki slokna. Það ber að halda honum við. Í 7. versi í 3. Mósebók, kafla 16, nei ekki 16, það er eitthvað ruglað hérna hljóðunum. Það segir, eldinum skal ætíð haldi lifandi á altarinu, hann má ekki slokna. Og þetta er þannig að prestunum var trúað fyrir eldinum. Ef við lesum Nýja testamentið, þá sjáum við að við erum öll prestar Guðs sem höfum gefið Jesú líf okkar. Svona orðar Pétur postuliða, sem hafði gengið með Jesú, en þið eru útvalin kynslóð. Konunglegur prestómur, heileg þjóð, eignalýður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans, sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki lýður hafi nú orðið guðslýður, þeir sem ekki nutu miskunnar hafi nú miskun hlotið. Þannig er hann að vitna í versi í Hósea. En af því að þú sem hefur gefið Jesú líf þitt, ert prestur Guðs, það ber þér að halda eldinu lifandi sem Guð tendraði í þér. Og þér ber að bæta í eldin til að ganga þann veg sem Guð kalla. Því að það segir í Pétursbréfi að víðfræja dáðir hans. Þannig að Guð tendrar eldin en við þurfum að varðveita hann. Við megum aldrei láta hann slökkna og aldrei láta hann kólna. Það var önnur regla sem gilti og hún er mjög mikilvæg. Prestarnir máttu ekki nota annan eld en Guð hafði tendrað. Hann var tekinn af altarinu og allur eldur sem var notaður í Guðsþjónustum, hann var tekinn þaðan. Annan eld máttu ekki nota.
Og það sagt frá því í 3. Mósebók, 10. kafla, einhverju sinni tóku þeir Nadab og Abiú, synir Arons, hvor sínar reykelsis pönnuna, létu eld í og lögðu reykelsi ofan á og báru óhreinan eld fram fyrir augli drottins sem hann hafði ekki boðið að gera. Fór inn í það sem hefði allra helgasta var, það sem sáttmálsörkin var. Brutu boð Guðs að nota aðeins eldinn sem Guð hafði tendrað. Þá gekk eldslögi út frá augliti drottins og gleypti þá, þeir létu lífið fram fyrir augliti drottins. Það væntanlega það kom eldurinn frá sáttmálsörkinni. Þetta er svo í Indiana Jones. Reytir svo þjóð lostark. Þetta sé ekki fyrirmyndin að þessu atriði í bíómyndin, við grunnar það. Og þá sem sagt sagði Móse við Aron, nú komið fram það sem drottin sagði, í sínu heilagleika minn þeim sem eru mér næstir, birti dýrð minna fram fyrir allri þjóðinni. Og Guð sýnir heilagleika sinn meðal okkar sem eru hans prestar, sem stöndum honum næst. Og þannig að við megum bara nota eldinn sem Guð hefur tendrað. Og þess vegna þurfa kirkjur alltaf að passa sig á því að þegar eldurinn er ekki að loga eins og hann á að loga, ekki að brenna eins og hann á að brenna, að fara ekki að finna upp einhverju nýju. Ég til dæmis tekið eftir því sko að í þjóðkirkjunum það sem mjög yndislegir hlutir að gerast sko út í söfnuðunum, þá þeir stundum svona að tala alls konar mál sem ekki teima í kirkju, sko. Það bara, menn geta bara, þú veist, verið í einhverjum samtökum eða stjórnmálaflokkum einhverju til að tala þeim málum og loga fyrir einhverju sem bara ekki hlutverk kirkju að vera standi. Og þetta þurfa allar kirkjur að fara að sjá, að ef eldurinn dofnar og hlutin ekki að gerast, að kveiki ekki bara einhvern annan eld. Þannig að við þurfum að gæta þess að fylla ekki líf okkar að einhverju bara uppfyllingarefni af því eldur Guðs hefur eitthvað að dofna innra með okkur. Við þurfum að bæta þann eld. Og ég get sagt við þá sem hér inni, og ég þarf ekki að segja það því að þið vitið það, að þegar við höfum kynnst kraftinum í eldi drottins, þegar við fengið að reyna þann eld í okkar lífi, þá ekkert sem getur toppað það. Það ekkert sem getur komið í staðinn fyrir það. Við getum farið alla veröld, við getum prófað allt, en við endum alltaf á að biðja Guð að tendra eldinn í líf okkar á nýja leik. Og ég kynnst mörgum sem hafa farið svona frá trúnni tíma. Þegar þeir búin að þvælast allt, þá koma þeir tilbaka. Það vegna þess að þeir vita hvað best að vera. Þegar að eldurinn hefur dofnað hjá okkur og við biðjum Guð að kveikja hann ný, þá ein regla í Biblíunni sem mjög öðruvísi heldur en margt sem við þekkjum. Við hefum orðatiltæki sem heilt betur en bætt, en í Biblíunni gildir reglan að síðara verður meira en það fyrra. Þannig að Guð tendra eldinn í okkur nýja leik, þegar Guð sendur okkur kraft sinn á ný, hvort sem ung eða gömul, þegar það segir í Jóel að þegar eldurinn, spátansbók Jóels, þegar eldurinn tendrast, þá munu þeir sem eldri eru sjá sýnir, drauma og fyllast krafti. Það segir í Jesaja að ungi menn hníga, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft og þeir geta hlaupið á hans að þreytast og gengið á hans að lýjast. Móse upplifði þetta. Þegar hann fekk köllunina, þá datt honum það í hug að framkvæma hana með því að drepa egypskan mann. Mjög skrítin aðferð við að uppfylla köllun sína, leiða Ísraelsmenn úr þrældómi. Svo hann búinn að vera 40 ár og þá mætir hann eldinum. Það mætir Guði í logandi þyrniruna. Og þegar hann kemur tilbaka, þá vinnur hann þetta óvinnandi verk
að leiða þjóð sem vildi ekki hafa hann sem leiðtoga frá úr landi sem vildi ekki sleppa þeim með fólk sem vildi ekki fara þaðan. Þetta gat hann þegar hann hafði séð mætt eldi drottins. En sko það þannig með Jesú að það aldrei gaman að lesa þegar í Nýja testamentinu hvernig hann gera allt með stæl, eins og láta menn fyrsta dag vikunar taka við heilugum anda og allir, enginn vissi hvað hann á sér stóð veðri, 10 dögum áður, þá hafði hann hvatt læri sinna með stæl, þeir voru hann upp á Olíufjallinu og þeir voru bara að tala við hann og hann hvatti þá ekki. Allt í einu fór hann bara upp í loftu og hvarf inn í skýin. Þetta kalla ég að fara með stæl. Og svo kom englar og sögðu hann þegar hann kemur tilbaka og gerir það nákvæmlega eins. Bara kemur á þess að gera boð undan sér. En þetta er gríðarlega mikilvægt atriði því að ef við biðjum Guð að tendra eldinn, þá segir Guð já. Hann bíður eftir því að við biðjum það. Og þá gerist það að fólk bara mun dragast hingað inn á samkomur. Það mun bara gefa Jesú líf sitt. Og við munum sjá stórkostlega hluti gerast. Og við þurfum að sjá þetta gerast hér í þessari kirkju. Og við þurfum að sjá þetta gerast út um allt. Mér langar aðeins að við biðjum saman. Já, Drottin Jesús, ég biði núna að tendra eldinn í hjörtum okkar. Og mér langar að biðja þá sem vilja fá fyrirbæn núna að koma hérna fram, sem vilja sjá Guð tendra eldinn í hjarta sínu, annarkvort á nýjan leik eða á enn sterkara hátt en áður. Gjörðu svo vel. Þeir sem að vilja, ég ætla að biðja fyrir því, áður en lengra haldið.